verkefni 22 í Excel, síðan einkunnir. Ég er búin að setja formúlu hér sem reiknar út lokaeinkunn nemenda, nota fallið sum product og festi tilvísun hér í vægið og afrita formúluna niður. Formúlan er sýnd í bókinni. Og nú ætla ég að afrita þessa síðu yfir á nýja síðu. Færi með bendilinn hér yfir síðuna, hita á hægri mús, move or copy, create a copy og move to end. Þá er ég með tvær síður hérna sem heita einkunnir. Ég ætla að gefa þessari síðu heiti breyting. Svona. Og spurt er, hvað þarf Ásta að fá í einkunn í lokaprófinu til að fá 6 í lokaeinkunn? Og við erum stödd hér í hólfinu þar sem lokaeinkunnin er, af því hér er formúla. Við erum hér í data, what if analysis og goal seek. Og þessi talan í hólfinu E4 á að vera 6. Og hvaða hól þarf að breytast til að niðurstaðan verði 6? Þetta hér, dollaramerkin koma sjálfkrafa. Ég smetla á OK. Ásta þarf að fá 7,3 í lokaprófinu til að fá 6 í lokaeinkunn. Og síðan er spurt, hvað þarf Grétar að fá í einkunn fyrir verkefnaskilin til að fá 7,5 í lokaeinkunn? Hér er Grétar. Ég fer aftur í what if analysis, goal seek. Við viljum að hann fái 7,5. Hvaða tala þarf að breytast? Það eru verkefnaskilin hérna. OK. Hann þarf að fá 8,8 í verkefnaskilunum til að fá 7,5 í lokaeinkunn. Og eins og við sjáum þá koma hérna heilmargir aukastafir og það er allt í góðu. Þannig að ég ætla að vista.